Þú ert að hlusta á 2 kalla. Hér eru þeir, Þorsteinn Vaff Einarsson og Haukur Bragason. Já, sælutsamul, það eru kúrdíski refurinn og jarðaberið mættir hérna til þess að vera með þátt númer 48 Held það. sennilega, Já. kemur í ljós hjá endurskoðun. Já. Og fyrir þau 8 ykkar sem að horfið á okkur, þá sjáum þið að þetta er allt saman búið að breytast. Við erum hérna í bara, hvað var að segja, ný útfærðu stúdíói Blöblu. Blabla. Blabla Blöblu. Já. Já. Þú ert búin að smíða. Herðu, já, ég fekk svona skyndilega þráhyggju sem hefur svo sem leið á mig lengi að að þetta er búið að vera bölva bras sko. Það er að segja hvert einsta skipti sem við erum að fara að taka upp. Já. Þá er bras. Já, ég tekið eftir. Og og það er náttúrulega fólk sem að er líka að nota þetta stúdíó og það er stundu líka í brasi. Já, það er alltaf að taka okkar bras og breyta því í sitt bras. Já. Og þá þurfum við að endurbrasa. Já. Og það sem ég áttaði mig á þegar það kom einn einstaklingur hérna að skoða og ég á svona að útskýra já, svo þegar bara þú kemur, þú bara hefur þetta eins og vilt og getur verið með gert svona á þennan bakgrunn og eitthvað og við komum til bara já, nei, það gengur ekki alveg. Við viljum bara koma inn í eitthvað sem er bara, getur bara sest niður og hitt á rekk. Eðlilega. Af því að flestir eru eins og ég. Já. Þú átt eftir að átta þig betur á þessu í lífinu. Flestir vilja hafa hlutina auðvelda. Já, já. En þú vilt hafa hlutina erfiða. Ég vil hafa hlutina svolítið svona eftir mínu höfði og geta svona flexað á eftir mér. En já, nú er bara komið hér borð og ég á eftir bara að stilla kamerurnar almennilega og þá er þetta nú bara ansi huggulegt. Og þá erum við ekki hálftíma að setja upp. Nei, það er planið sko. 2 mínútur að setja upp. Jafnvel, planið. Bara kveikja á þessu drasli. Hörru, ég er með ég er með svolítið. Ég ætla að segja gestum og hlustendum frá einu. Já. Af því að við vorum að vandrast með Trúnó og við vorum svolítið að vera tómir í Trúnó. Já. Þannig að við vorum eitthvað að velta þessu fyrir okkur og svo sendi ég á þig þessi skilaboð 9. maí síðastliðinn. Herri, ég er að fá hugmynd. Tökum út nú fara 2 kallar á Trúnó og reyndar held ég að ættum bara að taka Gísla út sko. En allavega tökum það út og þegar eitthvað dagsins er búið þá kemur svona interlude og svo segir sá sem er með ekki eitthvað dagsins segir bara, í dag erum við með dagsins og hann bara ráða hvað það er. Það er bara frjálst dagsins og þú segir bara hvað það heitir. Kannski getur það verið Trúnó dagsins, kannski getur það verið spurning dagsins og þú varpar því yfir á mig og spyrir mig að einhverju. Kannski getur það verið símtal dagsins og þú ringir í einhvern. Kannski getur það verið bara það sem hann dettur í hug. Pæling dagsins. Við ætlum að prófa þetta. Já. Þannig að við erum að fara í hína liðina okkar. Já. Hlustanda og eitthvað. Við ætlum að breyta því. Við ætlum að taka hlustanda næst. Já. Og svo eitthvað. Já. Og svo enda á ég veit ekki hvað hann kallaði það. Það kemur bara ljós. Kemur ljós dagsins. Já. Prófum þetta. Þetta á svolítið. Það var hlustandina næst. Herðu, bara dásamlegt. Ég kann að meta svona Þú fílar breytingar. Já, þú veist aldrei hafa hlutin eins. Og skilvirkni. Já. En sko sem er öfugt við þetta. En sko, bara að því að við erum svo fljótin að þessu. Kosningarnar, þær fóru svolítið eins og við vildum. Nú? Já, þú veist, við vildum Ég er ekki að segja það með sjálfstæðisflokkin sko. Nei, ok, í raunhæfri
raunhæfum vonum og væntingum okkar Já, þá komst Silja Sóley inn já, í borgarstjórn já. og En ekki Stefán Pálsson. Nei, reyndar ekki, en Vinstri fekk þó í kringum 10% Já, og það var alltaf vita að það er aldrei meira en það nei. þú veist, það er bara sjálfstæðarflokkurinn fara alltaf meira enn í könnunum og Vinstri þarf alltaf minna enn í könnunum Svo malar svo leysa af elli heimilunum. en allavega, nei bara, mér langaði að nefna það því að síðasti þáttu var svolítið kosið Já, í borginni og jú. það er skrítið að nefna það ekki núna bara Já, nei. Það er komið að hlustanda dagsins. Ég er með miða á að honum stendur ef þið mynduð teleportast til ársins 1995 og mættu taka með ykkur 5 tæki eða tækninýjungar, Já, hvað er þið fyrir valinu? vá, þetta er geðveikt 95 taka með okkur 95, 3 tækni nýjungar internetið er alveg til. Já, en ekki svona rætt Nei, bara hægt internet. Þannig að þú getur ekki tekið símaðin og verið eitthvað að vafra í honum. Það myndi ekki virka því að internetið virkar ekki nógu vel. Það er svo hægt. Vá, hvað þú ert næf sko í þessu sko Þú mátt ekki taka bara þú mátt taka tæki, skilurðu. Þú mátt ekki taka bara Já, og internetið nútímas með þér. hugsa smá abstrakt haukur Nei, bara nei. pínulítið abstrakt Hugsa lógist. Segjum að við getum tekið iPhone síman okkar með og hann myndi virka eins og hann virkar í dag Hvernig ætlar að láta Já, gera nei, við hann ef það þarf að gera við? ok, ykkur Býtu, það er bara einhver chips í þessu sem er ekki til. Vá, þetta er erfið gaur Sko, þú ert svona gæi Já, sem að í mynd tímaflakk, þá myndið þú klúður einhverju. Ég myndi ofhugsa bara eitthvað, ég passa að gera þetta ekki af því að ef ég gerir þetta þá breytist það í fortíðinni og Þetta, við erum að hugsa þetta lógist, sko. núna erum við semst ekki að búa til mynd við erum bara að Æ, það er rétt. hugsa 3 hluti sem við myndum vilja taka með okkur til 95 5 hluti. 5? Já. Wow. Ég nefnilega, fyrsta sem ég hugsaði þegar ég las þetta var bara, djöfull myndi ég ekki vilja taka síma minn. Djöfull var ég til að vera laus við þetta helvíti. Já, ég myndi taka síman allan dag Engin með síma og bara veistla. Nei, ég menna bara það voru náttúrulega síma 95 sko. Já, það er ekki fastir í símanum. Jú, ég var alltaf að senda SMS og búið með innegnina og eitthvað 95? Já, 95, Já, þú ert ekki 10 ára Nei, ok, Þú ert ekki, ég er að hugsa með þessa algoritma þrældóm, sko. Já, nei, ég tala ekki um samfélagsmiðla bara síman, bara tæknina bara geta að fara á netið og ég reynda kannski að vera mennleika samfélagsmiðla, ég veit það ekki eða bara geta einhvern veginn græja og gert í Ef síman þú getur ekki náður ín en upp sem að voru ekki til 95. Já, bara Tetris Nei, þá þjónar síman engin tilfengi En hvaða næðin síma? Hvað með þetta er? Ég veit það ekki. einhver tækni nýjung sem að bara var ekki 95 en er bara sjálfsögð í dag Það er náttúrulega bara allt internet draslið, sko. Já, náttúrulega gerfigreind eitthvað, Ekki eitthvað svona sjálfvirkni eitthvað rafmagns bílar væntanlega þegar hún ekki, hvernig kom líf það ekki eitthvað bara upp á 2000 Það er miklu senna, sko. Já, ég myndi samt ekki taka rafmagnsbíl, ég myndi bara taka strætó Já. eins og 95 En hugsaður þetta ekkert, myndir ekkert taka eitthvað, sko, sem myndi gagnast heiminum 95 til þess að fara kannski í einhverja svona réttari átt en það gerði. Já, en tækni nýjung sem að Eða erum við bara að hugsa bara okkar þægindi? Nei, veist, bara, hvaða tækni nýjung núna getum við farið með 95 og breytt heiminum? Það fyrir eftir hvernig þú tala við, sko, árið 95 held ég. Já, þú veist, ég er bara einhver 10 ára gaur í grái, ég er ekki að fara að breyta heiminum Já. Þú veist, ég veit það ekki. Það er til leikitölur, það er til skemmtlegi tölvuleikir 95. Ég held ég myndi bara segja, nei, heyrðu, ég er bara góður. Förum bara núna. Ég er bara til í þetta. Bara alvöru 90s svona nostalgía, bara bring it. Ég myndi samt taka með mér svona gervigreinda lög svona til þess að geta hlusta á gervigreinda lög Já, til þess að gera fólk sturla. Nei, hvað eru bara töfrar fyrir 95 okkur frá deginum í dag? Það er alltaf allt þetta, þú veist, geymslupláss og skýjavistun og netraði og allt er náttúrulega bara sturlun með við fyrir 30 árum, sko. Já,
og svo er það kannski bara ekkert merkilegt í dag með hvernig það verður, þú veist. Já, nei. Hvernig verður þetta eftir 30 ár? Þetta ekki. Erum við þá að tala um þessa tíma sem bara manstu 2025 þegar við vorum bara á TikTok? Það er þetta 26. Það er að hugsa 95, 25, 30 ár, sko. Já. Það er spurning. Manstu hvað TikTok var æðislegt? Heldur við séum það? Nei. Já, spurning, hvernig við munum hugsa Ég ætla að hafna þessu. Ég ætla að segja bara nei, ég vil ekki taka neina tækningar, neina tæki með mér. Takk. Þú myndir ekki taka neitt með? Nei, ég er bara góður. Ég myndi taka iPhone. Ok. Og já. Þannig að ég fór með ekkert og þú fórst með iPhone og svo bara let's go. Já, erum við klárir. Já, ok. Já, herðu, það er komið að einhverju. Það er eitthvað. Jepsi pepsi. Eitthvað dagsins. Já, það er Þorsteinn Maff Einarsson sem að býður upp á eitthvað dagsins. Heyrðu, ég ætla að segja þér, ég var búinn að plana eitt, Haukur. Já. Og ég var sko búinn að liggja yfir því. Hell lengi. Og svo glemdur því? Nei. En það er smá tímalust, eða svona þannilaga tímalust. Þannig að ég hugsaði, þegar ég lagði hérna fyrir utan og skrollaði gegnum fréttamiðla, svo er frétt og hérna Er það sem við breytt eitthvað bara á bílastæðinu? Já, bara áðan. Okay. Og ég ætlaði ekkert að Veit ekki hvað finnst það? Ég ætlaði ekkert að setja þetta inn í eitthvað en svo fattaði bara, þetta er eitthvað og þetta er eiginlega skemmtilega heldur en það sem ég var búin að plana. Þannig að ég ætla að segja þér, Haukur, og ég ætla að beða þig um að ræða þetta með mér. Þetta eru líka vangaveltur. Ég var bara svo hugsi að þegar nú erum nýbúin að kosningar og við erum búin að tala um bakslag jafnréttismálum og við erum búin að vera að tala um hvernig kynfræðsla og kynjafræðifræðsla er afbökuð og allt þetta og það var, ég veit ekki hvort þú ert búin að skoða fréttamiðla í dag, vísi og svona bara eitthvað snögt sko. Já, ok, en allavega það var sem sagt komið fréttum fyrir Ég tekka bara alltaf hvað hann Jakob Bjarnar vinur minn er búin að skrifa og ég er ekkert að tekka hann einu öðru. Hérna sko, hvað ætlaði nú að segja? Já, ég er að skoða. Já, það var í fréttum fyrir nokkrum vikum, ef ekki mánuðum, bara mannaði ekki, að foreldrar í Vesturbæ höfðu tekið barnið sitt úr eða krafist þess að barnið þeirra færi ekki í fræðslu frá samtökunum 78, ef ég skildi rétt, frekar heldur en kynjafræðifræðslu. Ég bara ekki alveg viss hvort það er. Já, þannig að það er þá bara eitthvað eitt skipti. Já, sem að barnið átti ekki að mæti Já, ef þetta er fræðsla frá samtökunum 78 þú veist, ég veit ekki hvað barnið er gamalt en allavega, þetta er eitthvað tengt eða kynfræðslu þegar ég var að kenna og við fengum samtökin þá var það bara einn tvöfaldur tími, bara eitt skipti og vanalega, ég meina en það var ótrúlegt hvað þeim tókst að sko heila þvó börnin á einungis 80 mínútum maður sá bara svoleiðis fólk hommast og lesbíast og transast bara í hverju horni. Já, ég veit, ég sé þetta líka. Það gerist alltaf upp í MK. Ótrúlegt. Bara í fyrsta tíma. Já, þetta eru galdramenn sko. Þú veist galdrakvár segir maður vist. Allavega, þessi fóreldrar sem sagt bara kröfust þess að barnið þeirra væri ekki í þessum tímum og svo einhvern veginn voru einhver svona svara þessu og segja hvað það var fáranlegt og aðri bara eitthvað þetta er bara sjálfsögréttindi og eitthvað fleið. Allavega, svo kom frétt í morgun sem að mér fannst svo áhugaverð, ég var eitthvað svona pæl í henni og svo bara fattaði þetta er bara eitthvað sem við þurfum að ræða. Það var current? Já. Current dagsins? Af því að þessi pabbi skrifaði grein kom fram undir nafni. Nú? Já, hann bara steg fram. Ekki, ok, nú skil ég eitt sem ég var sendt í hópspelli sem ég nefndi ekki skoða. Já, okay. Allavega, hann stigur fram í grein og titillin á þessari grein er já, flott hjá mér að vera búin að týna því. Eitthvað gengst við því að vera bla 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 í Vesturbænum. Já, eitthvað svona alræmdur faðir í Vesturbænum. Já, ok. Já, alræmdur faðir stígur fram er titillin á þessari grein hans og ég rendi yfir hana, hún er ekki löng þessi grein og og ég svona bara vákvæður áhugavert sjónamið. Ok, ég dró nokkur orð út og hér ætlum við að fara í örlitla orðræðugreiningu og ræða. Okay. Hann segir
ef kynin eru óteljandi er marklaust að tala kyn yfir höfuð. Þetta þótti mér áhugavert. En ef þau eru 2 þá megum við tala það mjög mikið eða hvað? Já, þá þarf vantilega ekkert að tala það eða hvað? Okay. Það þarf ekkert að tala kyn either way. Nei, ég veit ekki, ég skilur ef kynin eru óteljandi er marklaust að tala kyn yfir höfuð. Já, hann er að afneita hugtakinu kyn ef að kynin eru óteljandi. Já, þú veist þá er hugtaki óþarft. Það er það sem hann er að meina. Ef kynin eru óteljandi er marklaust að tala kyn yfir höfuð. Já. Hvers vegna er það marklaust ef að þau eru óteljandi en ekki marklaust ef þau eru bara 2? Hann vill fá einhverja ákveðna tölu. Hann vill að einhver segja, heyrðu, við höfum komast að því að kynin eru 48. Ok. Nú ekki. Nei, það er bara það sem ég velti fyrir mér. Þú veist, að því að sko það sem að Það er alltaf erfitt fyrir margt fólk að hugsa í skala, sko. Já. Það vill bara fá endanlega tölur. Já, hugsa eitthvað abstrakt og svona Æja. Þetta var ekki skot á þig en ég fatt að leið. Ok, herru, hann heldur áfram. Ég er kristinnar trúar og tel kenningarnar í kynfræðslunni stangast á við kristna trú eðli mannsins. Ok. Já, ok. Eðli mannsins. Sko, ég tók viðtal við biskup Íslands bara daginn. Já. Hún er nú ekki vinsæl hjá svartstökkunum og gamla skólanum í kirkjunni. Nei, ég veit ekki hvort ætlum að taka meira mark á einhverjum pappa hérna í Vesturbænum eða biskup Íslands hvað var það kristna trú og boðskap Jesú og kristina trúar. Sko, pappinn í Vesturbænum er náttúrulega kall. Vissulega. Þannig að okkur ber að taka meira mark á honum, myndi ég segja. Já, þú vilt trompa kynnin hans. Já. En mér er bara áhugavert að því að sko fyrir fólk sem hefur farið í ég veit ekki hvort það sé í framhaldsskóla en jú, ég held að það sé í framhaldsskóla allavega í dag í framhaldsskóla og allavega í háskólanámi, í grunnnámi og svo sérstaklega og ferð eitthvað lengra þá muntu held ég ekki komast hjá því að læra það að þetta eðli mannsins það er bara verulega flókið fyrirbæri og við getum eiginlega bara, þú veist, það er og ef við förum alveg lengra sko, þú veist, inn í heimspeki og svona, þá föttum við það hefur bara engum svona í fræðilegu samingi tekist að kjarna eðli af því að eðli er fasti eðli er eitthvað sem þú veist, það er bara þetta sem að aðgreina þig frá bara öllu öðru þú veist, eðli lampa, eðli borðs þú veist, þetta er bara einhver svona fasti og það hefur engum tekist að gera það fólk hefur reynt að gera þetta með kallmennsku eitthvað talað svona þú veist, þetta er eðli kalla og þá er það kallmennskan sko svo bara alltaf eðli að breytast þá náttúrulega bara þetta ekki eðli þá þetta eitthvað annað, þá sjáum við að þetta menningabundið þetta er eitthvað sem að tengist einhverju öðru heldur en í rauninni bara líffræðinni einhverja pælingar þarna? Nei, heldum áfram ef það væri, segir hann svo að vísindalegar staðreyndir sýndu fram á að kynin væru fjölmörg og Sko, nú er ég stoppa ég les svona greinar alltaf með því að skrolla fyrst neðst af því að það stendur höfundur er ég kem að því rólu má ég fá að vita hvað höfundur er? Nei, að því ég segi það eftir og þarf að ræða það sko okay. Ef það væri svo að vísindalega staðreyndir sýndu fram á að kynin væru fjölmörg og kyn réðist af huglægum þáttum en ekki hlutlægum myndi ég vitanlega sættast á að barnið fengi kennslu í samræmi við bestu fáanlegu þekkingu. Þetta er margt áhugavert. Hvað staldrar þú við? Sko, það fyrsta sem er dettur í hug er að, og nú kannski er þetta bara fordómar mínir, er að þess vegna langar mig að vita hvað að viðkomandi starfar við eða hvað hann gerir. Mig grunar að hann sé ekki mikið að lesa vísindalega greinar í starfi sínu. Okay. Mig grunar það. Okay.
Það er enda mun aldrei koma fram hvað hann starfar við, ok, bara svo ég segi það. ég held svona já, fordómar mínir fara þangað svolítið að halda að þetta sé kannski ekkit rosalega vel vísindalæs maður, Ok, svona með hvernig hann skrifar. já, en allavega, þú veist, ef við bara staldra við, ef það væri svo vísindilega staðreyndir sýndu fram á að kynin væri fjölmörg, þú veist að þarna er hann, sko, þarna er hann bara að blanda saman, sko, einhvern veginn svona staðreyndum og bulli. Af því að það eru vísindin sem sannlega leggja grunninn að þekkingu okkar á kynum og það er þess vegna sem að við vitum og getum talað að kynin er ekki bara 2 vegna þess að vísindin hafa dregið það fram og svo kemur hann og heldur áfram og kyn réðist af huglægum þáttum en ekki hlutlægum og þarna kemur ályktun og einföldun af því að við vitum að líffræðilegu fjölbreytileiki er staðreynd en okkar huglæga flokkun og einföldun á kyneinkennum það er akkurat hún sem að festir í sessi þess að kynja tvíhyggju sem að við viljum meina að sé einhvers konar eðli mannsins. Líffræðilegu fjölbreytileiki er samt hugtak yfir sko fjölda tegunda. Segðu þetta aftur? Að bara því að þú sagði líffræðilegu fjölbreytileiki. Já. Líffræðilegu fjölbreytileiki í vísindalegu samhengi er fjöldi mismunandi tegunda af lífverum. Ok. Þannig að það til dæmis talað það í samhengi við viljandi vilt svæðin sko, að það sé verið að stuðla að líffræðilegum fjölbreytileika til þess að kom ekki niður á sko, fjölbreytileika lífsins sem að er gert með að slá gras eða með því að láta lúpínu vaksa yfir þú veist innan gæsleppa íslenskari plöntur og drepa þau í skugga sínum. Já. Þannig að ég veit ekki ég náði ekki alveg hvernig þú tengdi það við kynin sko. Jú, sko hann segir og kyn réðist af huglægum þáttum en ekki hlutlægum þú veist, þannig að hann vill meina að kyn sé hlutlægt og þegar hann segir hlutlægt þá hlýtur hann að vera að tala kynfæri kyneinkennin það var einmitt það sem ég var að spá sko þegar þú last þetta áðan það segir sko, þegar hann er að tala hlutlæga hluti þá hlýtur hann bara að vera að tala tippi og píku. Já, það meikir ekkert annars sens. Er eitthvað annað sem kemur til greina? Nei, það er ekkert annað sem kemur til greina. Okay. Þannig að, og það er það sem ég er að benda á að sko, og þess vegna segi ég sko líffræðilegu fjölbreytileiki þá er ég að tala fjölbreytileiki bara kyneinkenna og svo frammeins eins og líffræðingurinn, prófessorinn hefur kennt okkur í líffræði Árni, ég man ekkert hvað hann heitir núna en þú veist hvað er talum okay. Allavega, líffræðin hefur kennt okkur að þessi einfalda tvíhyggju-flokkun er miklu frekar að þjóna einhverjum svona huglægum tilgangi fyrir okkur frekar heldur en að vera nákvæmur mælikvarði á mannin eða líffræðina og þetta sé frekar einmitt skali af kynbundum einkennum. Akkurat og þetta já, þú veist, þetta er menningalegt þetta tengir sjálfsmynd og svo framvegis þannig að hann er vantilega bara þarna upptekinn af tipp og pík og vil meina það sé það sem að skilgreini já, ég veit ekki með kynhneigð hvort að hann efist það skilur hvort að það sé bara kynvilla, hvort að það sé bara eitthvað sem að þarf að leiðrétta ég veit það ekki, ég ætla ekki að ganga svo langt. Nei, það getur alveg vel verið að hann sé einmitt alveg algjör stuðningsmaður sko þessarar einföldu og gömlu heiðarlegu samkynhneigðar sko en ég er upp með að sætta sig við það sem er kannski nýrra og hann hefur haft minni tíma til að venjast og nú er ég kannski bara alhafa svona fólk almennt sko ég held að við séum kannski sem betur fer þá held ég að við séum þar að það eru rosalega fáir sem bara eru ennþá bara eitthvað hommar eru bara í ruglinu sko er það ekki? Er það ekki rosalega sjálfgeft? Jú, ég held ég get bara ekki eiginlega alveg sagt það sko en en þú veist bara mótróin sko, já, ég kalla það fjandmenn fjölbreytileikan sko, með það svolítið skemmtilegt að svona þeir sem eru á móti hinseginleikanum og sýnileika regnbogafána og allt þetta, þú veist, það er ansi stutt í að þú sért farin að mótmæla hinseginleikanum bara almennt, sko okay. Þú veist, þetta er ekki það er mjög stutt í það
En allavega, og hann segir myndi ég vitalega sættast á að barnið fengi kennslu í samræmi með bestu fáanlegu þekkingu. Þetta finnst mér áhugavert vegna þess að já, svo heldur hann reyndir áfram, Kristinn sérviska foreldra myndi víkja fyrir menntun og velferð barnsins, segir hann. Og mér finnst bara svo áhugavert að hann sé að tala um sko vísindin. Kristinn sérviska myndi víkja fyrir menntun barnsins ef að vísindilega staðreyndir sýndu fram á að eitthvað væri... Já, ef að kennslan væri í samræmi með bestu fáanlegu þekkingu. Okay. En hans í rauninni betri þekking heldur en þessi fræðsla sem kemur hann inn í skólan er í rauninni kristna trúin, eða þarf að segja heldur álutun og túlkun hans á kristinni trú, sem að mér finnst ótrúlega áhugavert sko. Hvernig hann sér ekki hvað hann er að gera. Meni? Mann sjá, já, ok, allavega. Ég tel, segir hann, í sem fæstum orðum að kynfræðslan í Vesturbæjarskóla sé barninu hættuleg og til þess fallin að rugla það rýminu, segir hann, ekki í, og valda skaða á sjálfsmynd barnsins. Börn vita óskup vel að kynin eru 2. Og þú veist, þarna bara allir að biðja að svara Haukur. Hver er hættan, rugla hvað og skaða hvernig? Valda skaða á sjálfsmynd barnsins. Hvað ætla neyfið með því? Já, barnið verður örugglega svo rugla bara, hver er ég eiginlega? Já. Ég veit ekki hvað ég er lengur. Ég er bara heila þvegin. Já. Sko, þetta er svo sem ekki eitthvað nýtt. Sem Nei, að heyra þarna. Nei, en það er nýtt að það sé gaur, foreldri, sem kemur svona grímulaust fram. Já, einmitt. Og bara segir þetta. Já, en maður hefur lesið sko... Og þarf að fara fyrir því rök. Maður hefur lesið mjög marga skrifa þetta á Facebook. Ég er svona kommentarkerfi strillingur. Já, og það er eiginlega alltaf svolítið á þessa leið að fólk vil bara hafa þetta einfalt. Það vil bara hafa þetta, það eru bara 2 kyn og börn eiga bara að fá að vera börn og ekki vera að rugla í börnunum. En mér finnst mótrökin alltaf liggja algjörlega ljóstu við. Og þau eru alltaf, en hvað með börnin sem eru ekki á þeim stað að upplifa sig bara sem, hvað að segja, ég er bara strákur. Það er bara flott. Hvað með börnin sem eru að hugsa eitthvað annað? Eða hvað með börnin sem að, já, þú veist, hvað með strákana sem hrífast, finna að þeir fara að hrífast af öðrum strákum, en ekki stelpum. Já, af því að það er svo hrópandi, áberandi tilvistar kreppa. Það er svo hættulegt fyrir sjálfsmynd þeirra sem að finna sér ekki í umhverfinu. Og þannig eru einmitt að tala um að skaða sjálfsmynd, sko. Nákvæmlega. Með því að veita ekki þessa fræðslu, með því að tala ekki fjölbreytileikan, með því að koma ekki inn í skólakerfi með bestu fáanlegu vísindalegu þekkingu á sviði kynjafræða og tengslegu kynfræðslu. Sko að því að þarna blöndu alltaf mjög oft saman kynfræðslu og kynjafræði kennslunni, en þá erum við að skaða börnin, þá erum við að skerða lífsgæði þeirra. Skaðinn, það eru bókstaflega engar rannsóknir sem bakka upp þessa hættu, þessa meintu hættu sem á að vera af kynjafræði kennslunni eða fræðslunni. Þú veist, og ég menna við þurfum svo sem ekki að ræða það neitt, en bara ég er að segja fólki það sem að slysast kannski til þess að hlusta á þetta. Já. Ok, allavega, þannig að já, og líka svo ég segja núna að með kynfræðsluna að þá hefur það bara verið dreifð fram í rannsóknum ítrekkað að sko kynfræðsla samræmist í rauninni bara skilgreiningum bara svona alþjóðastofnana og svona barnasáttmála og fleiri kynheilbrigði. Bara, þú veist, börn eiga rétt á að fá fræðslu, kynfræðslu. Og ekki bara það tengist þetta kynheilbrigði, heldur líka er kynfræðsla, af því að það er ekki bara að vera að kenna fólki að ríða, sko, það er verið að tala um alls konar annað aðalega og kynfræðsla er til dæmis líka tengist mjög mikið mörk og samskipti og þú veist við skiljulega svona rétt til þess að njóta og eitthvað svona. Tala um nánd og tilfinningar og traust og mörk. Þetta er ein helsta og besta vörnin gegn ofbeldi. Þannig að bara í alvöru talað, ég fæ ekki skilið hvernig fólk getur verið á móti kynfræðslu. Ég skil heldur ekki alveg sko hvernig fólk sem er í þessum skóla sko, þessum hvað sé ég, á þessu tímabili
elst upp á þessu tímabili, það er fólk sem eru foreldrar ungra barna í dag þar sem að þú basically lærðir meira af klámi heldur en kynfræðslu af því að hún var nú ekki mikil í grunnskólum. Nei, menn og það er ennþá þannig og menn hugsa bara eitthvað svona, já við rettuðum þessu nú alveg, þú veist, ég á nú bara börn og ég veit alveg hvað ég er að gera, þú veist, að get ekki átt samræður á þeim nótum að vera bara, já, en þú veist, er eitthvað sem þú hefði kannski vilja hafa haft svolítið öðruvísi. Gætur að hafa hlusta á reynslu heim jafnaldraðina sem eru ekki kallar, hvernig það var að halast upp í þessu umhverfi þar sem að það var ekki kynfræðsla. Kannast einhverjum MeToo til dæmis? Akkurat. En allavega en mér finnst bara eitt punktur áfram er sko allt eina sem ég finn alltaf og ég er ekki bara að tala með hann kall, ég bara að tala með umræðuna er sko, eina sem ég finn alltaf það er bara ótti. Já. Þetta er rosalega mikið fólk sem að vill ekki vera að rugla í börnum af því að það vill bara hlutinir sér rosalega simpul. Bara tveir er rosalega einföld tala og hættu þessu og að á ekki að vera að gera þetta eitthvað flóknara. Nei. Og þetta sést líka og svolítið mikið sama fólkið sem hefur rosalega miklar áhyggjur af því að það sé verið að sko kenna börnum of mikla kynfræðslu. Þú veist, munum eftir þessum það verið að sjokkerast á einhverju opnu í einni bók. Já. Bara eitthvað, þú veist, erum við bara eitthvað að kenna 5 ára börnum að fróa sér og þú veist, svo kemur í ljós þetta var í unglingadeild og allt þetta en whatever. Hræðslan verður svo mikil. Já. Og svo bara, nei, þú veist, við getum ekki verið eitthvað að tala við börnum að þú veist, prófa að gera eitthvað sem þið finnst gott og eitthvað, þú veist, við bara leifiði börnunum að vera börn. Þú veist, reyniði bara aðeins að ríða upp hvernig var að vera barn þegar þið voru barn, skilur þú veist, er þetta í alvörunni alveg hræðileg breyting? Ég veit það ekki, sko, ég held ekki. Herru, það er bara lokum, sko, hvernig hann titla sig. Undir þessa greins skrifar nafnið á honum og svo kemur fram höfundur er stoltur faðir og fylgjandi mannréttindum. Og þú veist, og ég bara veldi fyrir akkur stoltur Ekkert að þið vera stoltur faðir en veist, bara af hverju tekur hann það fram sérstaklega þessu samingi og taka fram að hann sé ekki á móti mannréttindum. Mér finnst það bara áhugavert, sko. En ég hætti ekki. Er hann ekki bara að brynja sig fyrir gagnrýni? Já, mögulega. En allavega, ég fór að googla þennan mann. Já, ég varð að leita að einhverjum skýringum. Ok. Þetta er sem sagt ekki eitthvað míniseleb eða eitthvað, þetta er bara random kall. Já, þetta er bara einhver kall. Okay. En það eru fréttir um hann. Og ég gætt fundið, sem sagt, viðtal. Ég held þetta í Íslandi í dag. Viðtal við eitthvað random kall? Við þennan mann. Árið 2018, 9. október þá er sem skrifað upp úr frétt viðtali við hann herru, hann er í viðtal annars staðar vísir að fjalla um það og svo fjallar DFF um það einhverju seinna allavega hvað var þetta viðtal? Ég skal segja það hér er frétt sem ég les orðrétt af vísi. Hann er í dag 44 ára, þetta er 2018 og er í dag, ég ætla að lesa þetta aftur, hann er í dag 44 ára og er í dag edrú í fyrsta sinn í 30 ára en Atli hefur í dag verið edrú í 16 mánuði. Ríkalega illa skrifa frétt. Ég skildi ekki neitt. Nei, ok, allavega, ég ætla að lesa þetta bara venjulega. Hvort er hann búin að vera edrú í 16 mánuði eða 30 ár? Hann er í fyrsta skipti hann var í ruglinu í 30 ár og hefur verið edrú í 16 mánuði? Já. Ok. Já, allavega. Hvatinn til að halda sér þurrum er litla, ég ætla að segja bara barnið hans, sem er nafngreint hérna, ég ætla ekki að gera það, en að öðru leyti er hann einn í heiminum. Pabbi hans er löngu búinn að loka á hann, mamma hans dáin, hann á engin systkini og vinirnir ýmsir dánir eða enn í neyslu. Hann þakkar samhjálp og hlaðgera koti lífsgjöfina. Þannig að, ok,
og þarna semst viðtali sem að vera fjallum er viðtali í Samhjálparblaðinu og eitthvað svona, ok, þannig ég fór að googla bara mögulega áhrif þess að vera í neyslu 30 ár bara til, ég er að leita skýringum bara hvernig stendur á þessu Getur samt alveg verið í neyslu 30 ár og komið vel út tilbaka, sko. Já, af því að heilin er plastik og það er hægt að lagfara ýmislegt en hins vegar það kemur fram að hann hafi verið í neyslu frá því að hann var 14 ára og við vitum það og þú veist það sem Það er svona mistan af kynfræðslunni hann hefur örgulega mistað kynfræðslunni en það sem að kannski, þú veist, og ég er ekkert að segja neitt um þannig að mann, ég er bara að leita skýringa að sko heilin, hann er ekki full þroskaður fyrir en 25 ára og ég myndi segja 40 ára Já, í okkur náttúrulega þroskast hann sennilega aldrei alveg, en allavega þannig að, þú veist 40 ára samkvæmt gyðingdónum, sko á krítisku skeiði þá er þessi maður bara í virkri neyslu og og eitt af því, allavega, ef Google er ekki að ljúga mér að það sem að þroskast svona síðast er það sem snýr að rökhugsun ákvörðunartöku, hvataminni og svona siðferðislegri dómgreind maður það pínu fyndið, en allavega þetta er alveg jafn fyndið og það er sorglegt, sko og því miður þá finnst mér oft þegar ég er að tala við fólk eða lesa hvað fólk skrifur á internetinu og er á svipuðum skoðunum þá sér maður rosalega mikið hvernig maður ára þetta að maður þóra að segja, sko, einfalt fólk vill hafa hlutina einfalda Já og svo kemur líka einhvers staðar að sko, það, þú veist, mögulegar afleiðingar segir bara hægra hugsunarflæði, skert abstrakt rökhugsun, erfiðleika með nýverkefni tilfengilega óstöðuleika eitthvað svona bottom line mitt er hvers vegna þessi einstaklingur staldrar ekki við og bara veltir fyrir sér hugsanlega mögulegum eigin takmörkunum ég er ekkert að gera lítið úr því að þú veist að hann hafi verið í neyslu og þú veist á alls konar sorg og tragedía þar ég er ekki að gera lítið úr því og ég er ekki að gera lítið úr þessum einstaka manni ég er bara að taka sem dæmi að það getur verið alls konar sem takmarkar okkur og er það ekki á ábyrgð okkar í lýðræðissamfélagi þegar við erum að tróða okkur fram í fjölmiðla að við allan að veltiði fyrir okkur hvaða forsendur hef ég til þess að vera að standa í þessu sem ég er að standa í Það er bara búið að brjóta ég held ég var fært myndaðilina Nei, ok, ég rakst ekki hana Það er bara búið að brjóta þetta svolítið niður viljandi og óvart á síðustu árum og áratugum með þessari upplýsinga óreiðu og umræðinni sem fylgir og algoritmanum hvernig þeir virka og hverjir stjórna heiminum, sko það er búið að brjóta þetta svolítið niður og það er ekki lengur litið á sérfræðinga með trausti Nei. Og það er svo rosalega stór hópur og það er mjög skiljanlegt sem gengst upp í þessu og gerir í rauninni sérfræðinga sem að eru bara búin að eyða ævi sinni í að stúdera eitthvað gerir þá svona hvað er orðið? Vá Hvað orðið? Varst þú neyslu eitthvað? Ég var í neyslu 2 mánuði Ég veit ekki hvað allar að segja, sko Þröngsýnt Varhugaverða, segjum það bara, það er ekki orðið sem ég verið að leita Gerir þá eitthvað svona varhugaverða og gerir þeim upp illar hvatir þeir séu bara að vinna fyrir insert, whatever, big pharma, big tech sem er þetta fyndið af því að big tech er allavega allt þetta og bara ég sem með fullri virðingu fyrir iðnaðarmönnum ég bara vinn á minni gröfu og ég er bara saltjarðar og ég bara veit betur af því að ég er búinn að gera mínar eigin rannsóknir og það þýðir ég horfði á YouTube-myndband og þetta er orðið svo sturlaður heimur, sko að ég held að þetta sé eitt af því svona þetta er eitt af því stóra þetta er eitt af stóru feilspörunum sem að mannkynið hefur stigið undanfarið
það er þetta að hætta að treysta sérfræðingum og hérna og gera sérfræðinga að einhverju svona sem okkur ber að óttast. Já, ég meina ég Við trúum ekki á loftslagsbreytingar, við trúum ekki á að það sé verið að reyna að bólusetja til þess að bjarga lífi fólks. Við höldum að þetta sé allt saman lygi, við höldum að það sé verið að reyna að sprauta í einhverju efni sem að veikir okkur eða styttir líf okkar eða setur inn í okkur eitthvað 5G eða 6G eða hvað sem einn kenningin var. Við höldum að konur og feministar stjórni heiminum, við höldum að þetta er allt svo öfugsnúið og það er svo auðvelt að gangast upp í þessu ef maður hefur ekki ef maður er ekki sérfræðingur á einhverju sviði, ef maður hefur ekki vitsmunalegt afl til þess að veita þessum áróðri einhverja mótstöðu. Já, en svo getur líka verið gagnrýnin sko manneskja en samt orðið fyrir áhrifum af svona áróðri og dottið honi kanninu hólu sko. Já. Og og pínu svona mist áttir á svona samhenginu sko, af því að vissulega það rétt að einhver bóluefni geta verið skaðleg og haft einhver auka verkanir og skilurðu og vissulega það rétt að ég veit ekki. Það er sannleikskornið sem þú þarft sko. Þú veist alveg frá því að þú fóst með barnið þitt í bólusetningu. Þú veist alveg að það var sagt við þig, heyrðu, hann gæti síðan fengið hita á morgun. Þú veist, þannig að það að sprauta eitthvað með bóluefni getur gert mann veikan. Eða getur haft eitthvað slæm áhrif. Og COVID bóluefni sannleikskornið. Og COVID var nú ekki beint að kveða niður svona. Nei. Þegar fólk var að upplifa alls konar eftir að láta sprauta sig sko. En allavega, ég er ekki antibóluefni bara svo ég segja það strax. En síðan eru svo áhugavert líka svona ákveðna þversagna þegar þú ætlar að hafna einhvern veginn vísindamönnum og ætlar að hafna vísindaþekkingu en síðan þú ætlar að segja loftslagshamfarir, þetta er bara einhver kjaftaði að þá vísaru í einhvern einn vísindamann sem er á skjönum alla hinn og þú tekur mark á honum og notar hann. Sem er bara eitthvað norðmaður sem að var ekki einu sinni, þú veist, hann var bara fjármálaverkfræðingur eða eitthvað. Já, en þetta er bara svo galið hvernig það gengur ekki. Maður sér þetta líka með kynja hvað kalla maður þessa sem kynjaumræðu, þessa sem að hamra á því að kynja sér bara tvö og andfeminíska orðræða er sko gender critical. Já, þar sér maður svo mikið að það var að koma út ansi áhugaverður rannsókn og benda á eitthvað og það kemur eitthvað, er þetta að benda á eitthvað? Jú, þú veist, þannig virka vísindi, skilur. Það er þetta að benda á að þetta kemur út úr þessu. En þegar þú ert farin að leggja ofur áherslu á eina rannsókn og tína ekki til hinar 100 sem kom út á sama ári og eru á sína aðra niðurstöðu, þá ert þú orðin lýðskrumari, þá ert þú orðin lygari eða þá að þú einfallega veist ekki betur og þá ert þú vittlýsingur. Það er eiginlega ekkert annað, það er engin önnur options. En í sambandi við það sem sagði með áðan með einhver slæm áhrif frá COVID-bólusendingum og því öllu er að þá er annað sem kemur upp í þessu sko, sem er svolítið erfitt fyrir kannski stóran hluta fólks að skilja að það er af því að við erum bara með eina niðurstöðu. Við fengum ekki þann luxus að vera með 2 niðurstöður. Það er að segja annars vegar niðurstöðu hjá fólki sem var bólusett og síðan kannski eitthvað heilt land eða eitthvað sem var ekki bólusett og við erum ekki með tölur til þess að bera saman en sko reynum samt að ímynda okkur miðað við þær ótrúlegu fjölda tölur látina vegna COVID, hvernig þetta hefði orðið án bólusendingar sko. og við þurfum líka að hafa í huga að þó svo að maður geti vissulega veikst af COVID þó maður hafi verið bólusettur þá fekk maður mun vægari einkenni. Herru, við erum farin að tala um COVID, það er mjög leiðilegt. Það er gott fyrir þá sem eru veikir fyrir. Já, en allavega, þetta, ég er ekki, sko,
mér gerir alltaf leiðilegt þegar ég þarf að taka valdlausa einstaklinga er að tala einhverja valdlausa einstaklinga. Þú ert bara nýðast á okkur Vesturbæki. Já, nei, ég bara Helvitis fólk í úthverfum Grávos. Ég að orðræðu greina opinbera umræðu sem að sko er rosalega mikið fóður inn í pólitíska landslæði sem að bara, ég ætla að segja, stela völdum á Íslandi, breiða úr sér og þetta heldur betur vatn á millu þeirra, þess vegna valdi ég að taka þetta fyrir. Já, það sem pirrar mig varandi það sko ég skil alveg að þetta hafi gerst í Bandaríkjunum á þessum tíma af því að fólk vissi ekki hvað var í gangi, vissi ekki allt þetta með Heritage Foundation og þú veist þetta playbook sem mann eitthvað heitir og allt þetta en ég skil ekki að hverju þetta gerist núna hér af því að við vitum alveg hvað er í gangi. Við vitum alveg tengslin, við vitum alveg eftir hverju að fara, við sjáum bara, það verður að gera þetta og þetta og þetta og þetta. Það stendur að eiga að gera það. Samt virkar það. Já, það akkurat þessi stolti faðir sem að gefa okkur svona pínu hugmynd hversu þetta virkar. Af því að það er búið að grafa undan vísindamönnum, það er búið að grafa undan opinberum stofnunum, það er búið að grafa undan Vogue Roof, það er búið að grafa undan þessu öllu, þannig að þegar við fáum fréttir áræðanlega fréttir eitthvað svona, þá það bara auðvitað áróður og lígi til þess að festa í sessi yfirtök feministana og Vogue-sins. Þannig að bara auðvitað, en allavega í lokin, framtíðarsýn varandi allt þetta hvernig verður þetta eftir 5 ár og hvernig verður þetta eftir 10 ár? Já, ég alltaf halda í það sem að Henry Alexander sagði í viðtali hjá mér og hann sagði sko, ég held að færni og þekking muni fljóta ofan á að lokum. En hvenar aðlókum? Já, hann einmitt sagði líka að ég vona að þangað til það gerist að þá munu þessu öflum ekki takast að valda ofmiklum skaða sem ekki afturkræfur. Og það náttúrulega það sem kannski maður hefur ágjur af að skaðin verði, einmitt skaðin sem að þessi stolti faðir reyna að koma í veg fyrir að skaðin verði bara hreinlega það mikill að það verði bara einhvern veginn og seint sko. En ég var rosa bjartsýnn í febrúar, ég orðinn aðeins svona ég aðeins fyrir að missa vonuna, verði ég að segja örlítið, smá bakslag í vonunni minni en ég ætla samt að halda áfram að vona og halda að að þessi þekking og færni og svona staðreyndir að þær muni mjög fljótlega að fara aðeins að ná tökunum aftur á þessu. All right. Ef að fara í, ég veit ekki eins og hvað. Það bara kemur ljós. Það er bara, þetta var einu sem Druno en ekki Druno. Nei, það var 2 kallar ekkert á Druno. Nei, Gísli minn. Það eru meðmæli dagsins. Wow, ok. Já, ég ætla að fara í gegnum nokkur atriði sem ég mæli sérstaklega mikið með. Við ætlum að byrja á jákvæðar aukur. Við ætlum að byrja á þáttum. Wow. Ég mæli með einni þáttaröð. Okay. Og þetta kannski hugsa sko, sérstaklega fyrir þig. Já. Nú erum við miklu Survivor menn. Jú. Ég einmitt að reyna að klára 50. seríu. Já, ég klára hann í gærkvöldi. Vá. Og hann vann hann Nei, þetta var klikkað. Tekin. Og ég ætla að mæla með þáttum sem heita Australian Survivor. Ok. Þeir eru geggjaðir. Það komið svo óvart. Ég nefnilega komst í svona þjónustu sem er með slatta af því. Það er ógeðslega erfitt að finna elstu seríunar. Okay. En svona eitthvað frá 4-5 er það hægt. Okay. Og ég er búinn að vera að horfa á það og ég byrjaði að horfa á 9. Svona jafnóðum og hún kom út. Já. Sem er held ég 15 eða 17 eða eitthvað. Þetta er ekki komið svakalega langt og náttúrulega. Og hver er munurinn? Munurinn er að sko Australian Survivor er meira eins og Survivor var í gamla daga. Það er miklu meiri harka í þessum þrautum en samt ekki af klúla spilarar vissu náttúrulega ekki alveg hvað þetta að gera þú veist það leið svolítið langur tími þannig að fólk fattaði að vera í Alliance til þess en þú veist, þetta eru ógeðslega strategískir spilarar sem eru
eiginlega allir superfans eru búin að horfa á upprunlega Survivor bara allt í ræmur eru ótrúlega miklir keppendur, þetta er miklu lengra, þetta eru 50 dagar. Wow. Já, það eru miklu fleiri keppendur, það eru 24 keppendur, 12 manna tribes og þetta er allt svolítið svona meira eins og þetta var. Já. Það sem vantar eða er ekki, bara fyrir svolítið öðruvísi sjónvarpsefni, það er ekki þessi svona þessi jafn mikið, svona þessi oft áhugaverða samfélagslega stúdía. Það sem hefur verið að tala um bara eitthvað, þú veist, kemur inn leikmaður sem er trans og fólk fer að, þú veist, það hafa komið þannig moment í bandaríska Survivor. Þetta er meira kannski bara fókus á leikinn sem að er auðvitað hljómar ekki eins og góð meðmæli en þetta er þvílíkir karakterar og þetta er mjög mikið, af því þetta er svo rosalega mikil harka, þetta er mjög mikið sem sagt íþróttamenn núverandi eða fyrrverandi. Það er slatti af liði úr rúbbíinu, sundgarpar, hitt og þetta. Þetta er rosa kallaleg meðmæli ykkur. Já, þú áttar á því. En þetta það eru sko alltaf jaft kynjahlutfall. Já, tvö kyn. Það eru bara 2 kyn í Ástralíu. Ástralíu er ekki búin að fá fréttir af hinu. En þú veist, Ástralíu er líka bara svo skemmtilegt fólk og það er svo ótrúlega góð stemning í þessum ættbálkum og hérna. Ok, en hvar fannst þetta? Ég fann þetta bara, þú veist, það er þetta finna þetta hér og þar sko. Ég með svona félagi minn lefur mér að fara inn á Plex-serverinn sinn. Ég veit ekki hvað það er. Það er svona, já, efni sem að hann á tölvunni sinni sem ég get horft á í sjónvarpinu. Þannig að þetta er eitthvað svona glæpa. Ég get ekki tjá með þetta mál í beinni útsendingu. Herra, ok, ég ætla það ekki að horfa á ástralska Survivor. Það er hægt að finna þetta hér og þar sko. Já. Og ótrúlega skemmtilegt. Það kom út 3 þættir í röð, 3 dagar í röð og svo eitthvað smá bil og svo 3 dagar í röð og Ástralía er vist bara, það horfa allir á þetta. Já, og þetta er bara það sem er rætt á kaffistofunum og það er bara allir inn og það var hann til dæmis eitthvað svona legendary kona sem að vann bara eitthvað, ég held að sé ennþá sko standandi met hvað hún vann mikið af gullvelunum og ólympíuleikum þegar hún var 15 ára og svo bara fannst henni athyglinni svo óþægileg, hún bara hætti að synda þegar hún var 16 og svo er hún með svona comeback í að vera fræg bara á 70-saldri sko. Nei, ok, skemmtilegt. Þannig að þetta eru þættirnir sem ég mæli með. Bók sem ég mæli með og þetta er bara til lesenda, ég veit að þú ert farin að lesa. Þetta er líka til þín. Lasendaginn. Ég mæli Lasendaginn búin að lesa. Ég mæli ótrúlega með bók sem ég las nýlega sem ég hefði átt að vera löngu búin að lesa og hún heitir Lungu og er sem sagt eftir Pedro Guðlaug García og þetta er ungur rithöfundur hefur skrifað 2 skáldsögur held ég að ég feri örugglega rétt með og þessi bók er ótrúleg. Hún svona daðrar við hvað ég segja stílin eða svona bækur eins og 100 ára einsemd eftir Gabriel García Márquez. Það er þessi svona það lesa hana oft geggjuð sko. Það er þetta svona töfraraunsægi sem svona er svona svolítið inn í þessu en þetta er í íslenskum veruleika sko. Og að vera að fjalla bara bara Vesturbæinn sko, pappa í Vesturbænum og melabúðin og þetta og svo brandast inn í það alls konar, já hvað að segja hlutir sem eru ekki í heiminum eins og við þekkjum hann sko og bara þvílík frásögn, þvílík sko þetta er ættarsaga hann rekur, það hefur að rekja hann margar kynslóðir eins og einmitt í 100 ára einsemd og bara hélt mér allan tíman ótrúleg bók, mæli með Lungu eftir Pedro Guðlaug García
Svo ætla að mæla með podcasti Já, og já, by the way, ég kom ekkert nálægt lungum nei, og ég er ekki að fara að mæla með podcasti einhverja vina minna. Nei. Þetta er bara eitthvað svona dót sem ég fílaði og er ekkert tengdur. Já. Ég ætla að mæla með podcastinu sem kom mér inn í að hlusta á podcast. já, Það er eldgamalt, þetta er bara ein sería og það sem að kom mér inn í podcast og ég hlusta mjög mikið á podcast. Ég er alltaf að hlusta á eitthvað þegar ég er að keyra. svona amerískan fótbolta podcast. Til dæmis. Já, Og það sem kom mér inn í þetta var svona rannsóknar blaðamennsku podcast og það heitir S-Town, það heitir Shit-Town en það fekk ekki að heita Shit-Town, þannig að heitir S-Town og S-Town og þetta er sér í stuttumáli og án þess að spoila of miklu af því að það sem er rosalegt í þessum þáttum er að það koma stundum svona sprengjur það sem er bara gerðist þetta bara í alvörunni maður er bara hvað er í gangi þannig að ég má ekki spoila, þá er það búin að eðalega það en sko í stuttumáli þá er þetta blaðamaður sem kynnist manni sem býr í sko algjöru svona hillbilly parti Bandaríkjana já, bara þú veist algjörlega út í raskati ok. og það er nú töluvert meira í þann mann spunnið en hann heldur í fyrstu Já, og svo gerast þarna margir óventir atburðir og hann er bara að fylgja þeim bara svona nánast, maður færi upplifuna hann er nánast bara að fylgja svo í real time já, bara þvílík framvinda þetta eru ótrúlega þættir, ein sería þannig að þið eru ekki að fara í eitthvað þið eru ekki að skuldbinda ykkur í eitthvað rosalegt ég man ekki hvort þessi 8 þættir eða eitthvað slir S-Town. S-Town, mæli með þessu þvílíkur karakter sem að við fáum að kynnast þar Ok. svo ætla ég að mæla með já, ég mæli náttúrulega með sjónvarpsíþrótt þú veist hvað það er ég mæli með NFL fyrir fólk sem að vill sem hefur rosalega mikinn tíma Já. og vill finna sér eitthvað skemmtilegt að gera sérstaklega frá september til februar Hverju mælirðu meira með? Sko ég ætlaði að mæla með kvikmynd en Já. ég mundi ekki hvaða kvikmynd ég hafði hort á sem að mér fannst geggjuð Já, og hvað gera kallar þá? Góð meðmæli. Hvað gera kallar þá? Það er bara að reyna að lýsa myndinni. Nei, þeir senda bara á konuna sína Herðu, hvað hétt þarna myndin sem við horfum á daginn sem ég finnst alveg geggjuð? Já, hún myndi það reyndar ekki en svona gera kallar Nú, já. Hún kom með hugmyndir Já, tillögur. og var það ekki bara Interstellar? Við vorum að horfa á hana aftur sko. Já. Hún er frábær, stendur alltaf verið sínu en Það er ekki hún. hún gæti verið Bugonia mér fannst hún eitthvað geggjuð þannig að ég geta, en svo Marty Supreme, nei okkur fannst hún ekkert geggjuð þannig að ég mæli með kvikmynd sem ég man ekki alveg hvað heitir Ok, ótrúlega Já, skemmtileg ég tjekka henni. og svo er það þú veist, sko Hverju ætlar að mæla? borðspila aðdáendur eru út allt Já. það er ég veit ekki hvað þú veist það, ég hef ekki talað um það held sko borðspil voru margra ára tímabil aðal áhugamáli mitt Já, ok. ég á ykkur mörg 100 borðspil Ennþá? Já. Wow. og ég er svolítið að detta aftur inn í borðspil Já. og það var til dæmis sko 2018 þá spilaði ég 365 borðspil það var markmiðið mitt að spila nýtt borðspil á hverjum degi Í, en eða leðilegt. spila borðspil á hverjum degi Það er leðilegt. það var ótrúlega skemmtilegt Nei. og Að læra reglurna bara. Já. Bara haukur. Á hverjum einasta degi. nei, Nýja það reglur. var ekki nýtt spil á hverjum degi heldur að spila 365 spil Já, á árinu. ok. Þannig að þú varst kannski að spila saman spilið oft. já. Og svo í bara fyrsta skipti í mörg ár þá kynntist ég borðspili sem var bara eitthvað, wow, þetta er geggjað spil Ok. þannig að ef það eru einhverju borðspilanördar að hlusta á okkur, ég veit að reyndar eru 2 og sennilega eru fleiri þá mæli ég alveg rosalega með spilinu White Castle, hvítur kastali sem að heitir það er þess að bygging í Japan Og hvað erum við að spila þar? Þetta er svona típist worker placement spil þar sé að þú setur
kall á stað sem gerir einhvern ákveðin hlut. Það sem að kikkerinn í þessu spili er að þú tekur bara 9 ákvarðanir allt spilið. Þú ert bara að taka 9 action. Ok. En hvert er að getur verið gífulega flókið og krefst mikillar útsjónarsemi. Þetta Og hljómar. þú þarft svolítið að eftir því sem borðið sveiflast þá þarftu stundum svolítið að breyta kúrs. Þú getur ekki bara ákveðið í upphafi hvað ætlar að gera, heldur þarftu að þetta er svolítið flæðandi. Og ótrúlega vel gert spil, ég bara dýrka það. Þannig að þá er ég búin að mæla með bók, ég er búin að mæla með þáttaröð, ég er búin að mæla með podcasti, reyndar annað podcast sem ég langar eiginlega að mæla með, sem er líka svona rannsóna blaðmennsku podcast. Ok. Það heitir Chasing Warhead eða Hunting Warhead. Hefðu þetta skrifað niður kannski. Og það fjallar Warhead podcast Hunting það kemur upp Hunting og Chasing Warhead. Hunting Warhead heitir það og þetta er sérst CBC podcasts og norska blaðið VG er með sérst samstarf þarna. Ok. Og þetta er þetta fjallar þetta er erfitt podcast. Þetta fjallar barnagirnd og barnaklámsringi og upprætingu eins slíks. Okay. Og svona hvernig höfuð paur var náð eiginlega á ótrúlegan hátt. Og bara rosalega vel gerðir þættir en mjög erfitt að hlusta á mjög erfitt. Þannig að það er rosalega stórt trigger warning á þessa þætti en ótrúlega gott podcast og aftur bara ein sería 7 þættir ekkert meira. Og borðspil og við ætla að enda þetta á því að mæla með hljómsveit. Þunga rockarinn, black metalistinn Haukur Bragason ætlar að mæla með krúttlegu gítardúói frá Ekvador sem heitir Hermanos Gutierrez. Hermanos Gutierrez? Já, Gutierrez bræðurnir. Og þeir þetta var svona bara sjokkerandi eða fyrir mig að finna aftur hljómsveit eftir mörg ár sem ég bara vá, þetta er bara eitthvað það bara besta sem ég hef fundið. Þetta er bara algjörlega afslappað, ekki fara að spila með þeim að því þá fáum við copyright vesen og þátturinn verið tekin út. Bara aðtók hvort að koma eitthvað. Já, það kemur. Þetta er bara þessi stemning ótrúlega þægilegt. Og og svona þeir eru að vinna með eitthvað svona 50s sound heyrist vel hana? Þeir eru svona 50s gítar, svona stálgítars soundið og feelingurinn en þeir eru að taka þetta upp bara í Nashville, skilur, bara í brjálum gæðum nútímans. Og ég, bara þegar ég fann þetta sérst út frá lagi sem var spilað í Pluribus þáttunum sem var reyndar í mæli líka með, flottið þettir. Þá bara, vá, þetta er bara eitt besta lag sem ég hef heyrt og ég fann það með að hjálpa tækninar. Ég gæti bara notað Shazam, bara hvaða lag er ég að hlusta á hérna. Fekk það upp. Ég hlustaði bara í svona 16 klukkutíma á sólarhring í 2 vikur. Ég bara hætti ekki að hlusta á það. Er engin söngur? Í svona alvörus Hermanos Gutierrez er engin söngur en þeir hafa átt samstarf við 3 eða 4 söngura sem er svona þá fá þeir Hermanos Gutierrez til að spila í læginu sinni og það eru lögin sem ég skipi yfir. Ég fíla þau ekki. Þetta hljómar skemmtilega ótrúlega notalegt, huggulegt og svona samt svona, þú veist það er svo mikil sál í þessu. Þannig að Hermanos Gutierrez. Ég sé alveg fyrir mér að setja þetta á. Þú getur alveg fílað þetta en þú veist náttúrulega að Hulda Leifi er ekkert að hlusta tónlist. Nei, hún getur leyft mér að hlusta þetta. Þetta er svona huggulegt. Þetta er rosa huggulegt. Hún getur ekki bassa. Nei. Og alls konar svona áreiti. Ég tekja á þessu. Já, tjekkum á þessu. Herðu, þetta var áhugavert. Ég mun sannlega ekki taka neinu meðmælu nema þessum. Já. Ekki Australian Survivor. Hvernig í fjandanum á ég að finna það, Haukur? Ég kann ekki á svona... Ertu með Ég er með gamalt sjónvarp. Ertu með router? Já. Ok. Internetið. Já. Flott. Bara internetið.
Ég nenni ekki að fara eitthvað að horfa á þetta í tölvunni. Einu sinni, þá ætlaði ég að byrja að horfa á Australian Survivor. Ég horfði á, það var eitthvað brot af annarri séri eitthvað. Já. Þá var það bara einhver Facebook-hópur. Það var bara, heyrðu, hérna er sería 2. Jaha, Já, bara einhver gæi búin að upplóta það í Facebook-hópin og allir gáttu að horta það. En ég held að það megi ekki lengur á Facebook vera með svona stóra fæla. það má ekki lengur maður. Það má ekki lengur. Já. Þetta var áhugavert twist á Trúnó. Já. Hvað Svo var- bara spurning. Hvað var kallar hann lið? Ég myndi segja kemur í ljós dagsins. Kemur í ljós dagsins. Já. Ok. En svo heitir hann náttúrulega bara, það er síbreytlegt hvað hann heitir. Já, Í dag heit hann meðmæli dagsins. já. Næsta þætti er þú með eitthvað dagsins sem við vitum ekkert hvað verður. Kemur í ljós dagsins? Já. Það bara mun komið ljós. Já. Já. Dagsins. Herru, ég er að fara í útskrift, Mhm. fylgjast með blómanum mínum, taka við stúdentsskírteinum sínum. Já. Mér finnst ótrúlega gaman að mæta á útskriftir. Já. Þetta er svo stór tímamót. Það er svona ljúfsárt. Já, og þetta er... Manni þykir oft svo vænt svo marga nemendur sko. Já, Og maður er svo ánæður fyrir þeirra hönd en maður er líka að sleppa þeim sko. já, og líka bara svo, þú veist, það er svo gaman, sérstaklega svona nefndir sem að voru eitthvað svona basla Já. og bara svona, yes, Mhm. hörðu, hann er þarna. Já. Þú veist, hann er að útskrifast. Já, já. Það er svo bara, Gati þetta. það er emotional, þannig að ég er mjög spenntur. Gekkja. Hlað ekki með þetta. Ég ætla að fara heim í jakkaföt, Alright. sem ég geri ekki oft. Settu mynd á Instagram hópin okkar. Tveir kallar. Sjáum til.